Velkomin í Lestarklefan á Storytel. Í dag ætlum við að byrja þáttinn á viðtali við Ólaf Ragnar Grímsson bókina hans Bréfin hennar mömmu. Sæll og velkomin í Lestarklefan á Storytel. Þakka þér fyrir. Við ætlum að ræða nýju bókina þína, Bréfin hennar mömmu. En þar finnurðu bréf úr fortíðinni, þarna opnast blá taska og í henni gluggi í fortíðina frá mömmuðinni. Já, þetta var satt að segja mjög merkilegt að þessi gamla bláa málmtaska, hálf ryðguð, hefur fylgt fjölskyldunni alveg frá því að við fórum frá Ísafirði fyrir 70 árum. Og ég var aldrei mikið að velta því fyrir mig hvað væri í henni. Ég vissi þó að þarna voru einhver skjöl og annað sem pabbi hafði varðveitt og svo bara var þetta þannig því ég var kosinn forseti þá eru bara 4 vikur eða svo frá kosning og þangað til maður á að flytja á Bessastaði þannig að ég bara allt var tekið með og svo var hún geymd þar í 20 ár í stóri geymslu og það var ekki fyrir en skjalaverðirnir í Þjóðskjalasafninu fóru að flokka öll mín skjöl eftir að ég hætti. Og ég hafði lofað Maríu Pálsdóttur sem stofnaði þetta merkilega safn á Kristnesi berklaveikina að gá hvort það væri einhver bréf frá mömmu til sem ég efaðist mjög Svo fyrir rúma ári síðan þá fór ég sömradag upp á Þjóðskjalasafn og bað að færa mér þau bréf sem hefðu fundist í þessari flokkun frá mömmu og svo kom bara heil kassi, heil aska. Og ég sagði sjálfan mig, hvað þau svona mörg? Og þarna sat ég aldraður í lestrarsal Þjóðskjalasafnsins og fór að kynnast í fyrsta sinn þessum sorglega nístandi kafla í ævi foreldra minna og reyndar líka minna bernsku, þegar mamma var í meira en 15 ár að klíma við berklana, fjarri pappa, fjarri mér, árum saman. Og bréfin voru enn í upprunalegu umslónum, þannig ég þurfti að taka þau í hverju umslagi og fletta þeim og lesa. Og það nú sérkennileg lífsreynsla að vera orðin þetta aldraður og vera í fyrsta sinn að sjá líf móður minnar og foreldra í þessu nýja ljósi berklana. Og ég ákvað svo að gefa þetta út. Ekki vegna okkar í fjölskyldunni heldur vegna þess að þetta mikil þjóðarsaga. Þjóðin glímdi við berklana í hálfa öld. Þetta voru sérstaklega ungar konur eins og mamma sem urðu veikar, dóu hundruðum saman jafnvel á hverju ári og mörg börn, oft hundruðum saman líka dóu á hverju ári. Og þegar þessu mikla sorgarkafla lauk upp úr 1950 og þegar loksins fundust lyf þá var eins og þjóðin hefði bara ákveðið að gleyma þessu. Bara gleyma þessu. Já. Og það ástæðan fyrir því að ég gef þetta út, þannig að þetta nú kannski meira bók mömmu heldur en bók mín, þó að ég skrifi inngangskafla í bókina til að útskýra hið sögulega samhengi og hvernig bréfin fundust og reyni svo líka að skýra ákveðna áfanga í þessari miklu sorgarsögu eftir því sem líður á bókina. Já, einmitt. Og ég hlusta á þessa bók á Storytel og sem ung móðir, ung kona, snerti þetta mig mjög djúpt og ég gat sett mig í spor móður þinnar að upplifa þetta fáið mitt ekki að ala upp son sinn, vera bara flutt á milli hæla. En hvernig leið þér? Leið þér eins og væri kannski að kynnast mömmuðinni á nýjan hátt? Já, það nú merkilegt að þetta skuli snerta þig með þessum hætti. Því ég held að þetta sé þannig saga að ungar mæður þegar þær lesa það að ég var sendur 3 ára til var þar í 6 ár og mamma sá mig bara nokkru sinnum, stundum ekki í heilt ár eða meira og það var sagt mér konur sem lágu með henni á stofu á Vífilsstöðum og skulum ekki gleyma því að við leggjum svo miklu áherslu á einkalífið og okkar tímum að það lágu kannski 6-8 konur saman á stofu og deildu sorgum og veikindum hverjum annari og það sagði mér ein kona sem var lengi á sjúkrastofum með mömmu að hún hefði á hverju kvöldi hort á myndina af mér sem var á borðinu, litla borðinu við sjúkrarúmið og grátið. Já. Og
amma og afi voru mjög trúuð og amma lét mig þess vegna biðja á hverju kvöldi bæn sem endaði þannig góður Guð ekki láta mömmu mín að deyja. Kannski ekki mjög skynsamlegt uppeldi á ungum dreng. Mjög þungt. En það alveg rétt hjá þér að þetta snart mig mjög djúpt vegna þess að loksins skildi ég að þessi glíma var miklu erfiðari. Hún var miklu nær dauðanum oftar en ég hafði áttað mig á. Já. Og þessi glíma að sjá ekki eiginmann sinn, sjá ekki son sinn, misserum jafnvel árum saman, fór djúpt inn í sálina. Þannig að mér finnst eiginlega merkilegt af því að nú eru bréfin yfir 15 ára tímabil að hún skildi hafa orku og úthald miðað við þessa erfiðleika. Já. Til þess að skrifa og bara halda áfram. Já, það var alltaf von og Já. Mér fannst svo merkilegt að sjá inn á milli í bréfunum að þá hún að gefa leiðbeiningar hvernig á að setja upp heimilið og fá gardínur og... Já, og passa týna ekki skammtunaseðlunum og eða segja upp mjólkinni og þetta veitir líka sýnin í það Ísland sem var bara veruleikinn þegar ég var ungur og þannig óbeint líka þessi bréf boðskapur það, þó vissi ég nú alltaf að kvarta og finnist allt vera á afturfótunum hjá okkur, þá hefur þessi þjóð náð alveg ótrúlegum framförum því að hugsaður það að ástæðan fyrir því að hún ein á Akureyri í högningunni, þessi hræðilegu aðgerð þegar höggvin úr henni 9 rif og hún vakandi af því að sjúklingarnir voru ekki svæfðir. Þá gat pabbi ekki komist til hennar vegna þess að það var ekki hægt að keyra, voru einhverju vegir, það var ekki flogið og strandferðaskipin fóru bara einu sinni eða tvisvar í mánuði. Þannig að fólk gat ekkert farið á milli, það bara lokaðist inni og þarna var hún ein að glíma við högninguna, við dauðan, segir í bréfinu, ég var ótrúlega veik, það er fólk að deyja allt í kringum hana og svo hún sendin á Kristnesæli, innst inn í Eyjafirði og það var svo kalt, hún verður að hafa vettlinga og segir svo í bréfinu og mér fannst það nístandi þegar ég las það bréfið skrifað í febrúar og hún segir, kannski kemst ég heim til þín fyrir afmælið þitt, en afmæli pappa er í lok september og hugsaðar að vera inn á Kristnesi sem hún þekkir engan í kuldanum, vetrarhörkunni í Eyjafirði eftir högninguna, þess að glíma við dauðan og bíða febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst eftir því að komast kannski vestur í september sem henni tókst nú reyndar ekki því að hún var send á Vífilsstaði aftur. Já, þetta var einmitt það sem mér fannst líka svo erfitt að einmitt, hún var alltaf að tala kannski sé ég eftir þennan tíma eða þennan eða ég sé drenginn minn og síðan kom alltaf nýtt bréf og þá var hún komin á nýjan stað og þá skynjaði að mér sem lesandi, hún fékk ekki að gera það. Nei. Hún fékk ekki að sjá ykkur. En mér finnst líka af því að við erum nýbúin að ganga gegnum annan faraldur. Berklarnir voru þetta ásamt spænsku veikunni og öðrum sjúkdómum einhver versti faraldur í Evrópu og þetta var kórónafaraldurinn erfiður en hann nánast eins og barnaleikur samanborið við þessa 50 ára glímu þjóðarinnar við berklana sem fólk var sent á Vífilsstaði eða Kristnesæli sem þá voru fjarri byggð og þessi sjúkrahús voru nánast eins og fangelsi hinna sjúku. Þannig að einam ástæðan fyrir ég gaf þessa bók út var þetta líka bein áminning til okkar núna, jú, þetta var kórónafaraldurinn erfiður, en foreldrar okkar, afar og ömmur, frændur og frænkur hafa farið í gegnum miklu erfiðari tíma eins og þessi bréf lýsa. Nákvæmlega og einmitt, maður gat fundið einhverja hliðstæður en þetta var samt svo miklu alvarlegra og erfiðara því þarna eru læknavísindin ekki komin á þann stað sem í dag. Nei, og þarna bara læknarnir svo Helgi Ingvarsson og Ólafur Geirsson eru bara að gera tilraunir á sjúklingunum. Einmitt. Þeir eru bara að blása loftin í lungun og vita ekkert hvað muni gerast. Það engin lyf, engin meðul. Nei. Og svo þegar allt þrítur ef fólk sent norður Akureyri að þau hafa bara einn skurðlæknir á landinu, Guðmundur Karl, sem treysti sér í þá hrotta aðgerð að höggva rif úr fólki meðan hann var vakandi. Jesus. En það sem að ég sá í þessu bréfi og ég eiginlega var dálítið lengi að jafna mig eftir það, að því ég hef alltaf haldið, ég vissi að mamma hafa 9 rif tekin úr henni, ég vissi það,
Ég hef alltaf haldið að það hafi verið ein aðgerð, en svo kemur í ljós í bréfunum og hún fer aftur og aftur á skurðarborðið og það er bara tekin 2-3 rif í einu. Og svo óttast hún kannski eftir að búa að taka 9 rif og hún þurfa að fara enn á ný á skurðarborðið. Já, þetta er hörmulegt. Já, þetta er eiginlega nánast ómanneskjuleg glíma. Já, bara klárlega. En ég fannst svo flott að bókin kom strax líka inn á Storytel og þar þú að lesa og Valgerður Guðnadóttir og hennar lestur þetta er mjög flottur þar sem hún les upp bréfin. En þú talar sérstaklega í bókinni að þegar höfundur lesa þá má einmitt finna ákveðin blæbrigð á texta og þetta er eitthvað sem að þér finnst mikilvægt að komi. Já, þetta er eiginlega svona reynslu ferill fyrir mig að hafa kynnst hljóðbókinni eftir ég fór að skrifa. Því að ég er auðvitað hluti af þeirri kynslóð sem bara las bækur og les bækur. Jú, maður hlustaði kannski á framhaldssögunni í útvarpinu og vissi það að þegar Halldór Laxness les bækur sínar í útvarpinu þá fær maður nýjan skilning á mörg verk Halldórs. En mín fyrstu kynni fyrir 2 árum var þegar ég skrifaði Sögur handa Kára sem mann var eiginlega bara til að hafa eitthvað að gera í COVID-tímanum og ætlaði aldrei að gefa það út í bók. Nei, okay. Þá var ég, eftir ég var búin að ljúka einhverju kunningjar mínir fóru að lesa þetta og segja ég ætti að gefa þetta út í hljóðbók. Já. Og ég bara sló til þannig að Sögur handa Kára komu fyrst út í Storytel og reynda líka á Spotify og Apple podcast þannig ég vildi ekkit vera að rukka fyrir það þannig ég upphafi. Og svo kom forlagið eftir þetta var held ég 15-20 manns voru búin að hlusta á þetta og svo þeir vilja gefa þetta út sem bók. Já. Þannig að dálítið merkið með Sögur handa Kára þau koma fyrst út sem hljóðbók og það skapar eftirspurn til að gefa það út sem prentaða bók. Nákvæmlega, ferðu öfulega. Og þá áttaði ég mig á því, af því ég las þær inn, að þegar maður fer að lesa það, þá lifir maður sér inn í textan og maður fer kannski að leyfa sér að svona hlæja eða skemmta sér við þetta og svona. Og þá fá setningarnar dálítið annan blæ, heldur en bara þegar fólk svona er að lesa þetta á síðunum. Og kannski einstaka svona skot eða pillur sem ég er með í bókunum verða beittari fyrir það. Og svo las ég rætur alveg sjálfur og það varð sams konar reynsla. Ég var ekkert viss hvort það ætti að gefa bréfin eða mömmu út sem hljóðbók, svo kom Storytel út til að gera það. Og þá var spurningin hver ætti að lesa bréfin. Og þó að séu bráðum rúm 60 ár síðan mamma dó, að þá einhvers staðar svona lifir rödd hennar hérna inni í mínu minni. Svo að ég fekk að hlusta á nokkrar konur lesa bréfin. Ég vissi ekki hver var hvað. Okay. Þannig að á endanum valdi ég Valgerði út af lestrinum og röddinni og svo var ég þetta mjög glaður þegar ég áttaði mig á því hver hún var. Já. Þetta er mjög merkilegt. Af því að mér fannst einhvern veginn að röddin yrði að passa við þennan hljóm sem var einhvers staðar lengst inn í mínu minni. Og svo lesa mismunandi karlaraddir bréfin pappa og bréf frá Hirti, bróður mömmu. Og ég les svo þessa innganga þannig að þessi útgáfa hjá Storytel á bréfunum er nú nánast orðin eins og leikrit vegna þess að ég les inngang þess svo kemur Valgerður og svo kemur svar frá pappa og svo framvegis það er nýja raddir og þetta er mjög flott gert og merkilegur miðill og ég er búin að hitta fjölmarga, kannski einkum konur núna á síðustu vikum sem hafa hlustað á þetta Storytel en eru nánast, ég segi nú ekki miður sín, að greinlenda lesturinn og hlusta á hann hefur haft djúp áhrif á þær og opnaði þeim algjörlega nýjan heim, nýja vitund þessa glímu, þennan sjúkdóm og sjá kannski sitt eigið líf og barna sinna með öðrum hætti og kannski gleðjast yfir því hvað margir eru þó lánsamir á okkar tímum og læknavísindin hafa tekið þessum framförum. Þannig að eftir þessa reynslu, þetta er allt saman mismunandi. Sögur handa Kára koma fyrst út sem hljóðbók, voru ekki hugsuð sem bók í byrjun,
rætur hafa svo fengið annað líf með mínum lestri. Mannum finnst frásagnir á æskuminni og alls konar fólki sem ég umgengst. Ég leyfi mér þegar ég að lesa það rætur og að fjalla minnst fólk á Þingeyri eða Ísafirði eða vini mína á menntaskóla. Þá eiginlega skín í gegnum röddina svona hvað mér finnst suma. Kannski ómikið. Og svo kemur þessi frábæri flutningur á bréfunum sem nánast eins og ég segi bara leikhúsverk eins og það verður í framleiðslu Storytel. Já, þetta nefnilega að forma marga spennandi möguleika. Já, og ég hitti svo Valgerði í Hörpunni eftir núna daginn þegar það var þessi bókamessa. Og þá kom það í ljós og hún hafði nú ekki mikið kynnst þessu formi, frábær leikona, frábær söngkona, búin að vera í leikhúsi lengi. Og hún var líka allt í einu að uppgöta nýtt listform sem lesturinn með þessum hætti svona felur í sér. Og það satt sér stórmerkilegt að skuli þúsundir af fólki vera að hlusta á bækur með þessum hætti. Og ég þess vegna sannfærður það hvað sem ýmsir rithöfundar vinir mínir segja að hljóðbókin merkileg viðbót við lestrarmenningu Íslendinga og annarra þjóða og líka merkileg viðbót við menningarlíf okkar vegna þess að það opnast nýtt svið þar sem þúsundir fara að njóta bóka með þeim hætti sem þeir ekki gerðu áður. Svo hef ég hitt fjölmarga sem bæði hlusta og kaupa bókina og lesa. Nákvæmlega. Ég vil bara þakka þér fyrir að deila þessum bréfum með okkur og gefa þessa bók út, bæði í bókaformi og hljóðbókaformi. Já, þakka þér fyrir en ég leita því ekki að þetta var á köflum svona erfitt ferli. Þetta tók mjög í svona sálarlífið og tilfinningarnar að lesa þessi bréf, búa þau síðan til útgáfu, þurfa að horfast í augu við þetta fólk sem nefnt í bréfunum. Þannig að fyrir mig persónulega var þetta nú ekki auðveldverk. Nei, nákvæmlega. Bara takk kærlega fyrir þetta. Takk að því. Við ætlum að ræða bókina Bréfin hennar mömmu eftir Ólaf Ragnar Grímsson. Katrín, viltu segja eitthvað frá henni? Já, þarna Ólafur Ragnar í raun og veru að svara eftirspurninni eftir fyrri bókina Rætur, þar sem hann að tala æsku uppvöxt sinn á Þingeyri og fleiri stöðum. Þarna hann sem sagt að taka fyrir líf móður sinnar svolítið, sem var mikið á berklahælum og bréfin hennar mömmu, þetta bókstaflega bréf móður hans. Og þetta lesið upp af bæði honum sjálfum og öðrum lesara, kvenkyns rödd. Já, Valgerði Guðnadóttur. Einmitt. Og þetta gefur alveg einstaka innsýn í líf berkla sjúklinga. Já. Miðja 20. öldina og kom mér eiginlega bara óvart. Hvað ég hafði mikið gaman af þessu. Einmitt. Þetta kannski ekkert ólíkt því sem við vorum að upplifa. Ja, þetta rauninni ólíkt. Við vorum ekki líkjandi inn á sjúkrahúsi en með faraldrinum, COVID, þá kallar þetta svolítið á samtíman. Ég tek eiginlega undir þetta að þessi bók kom mér rosalega óvart líka og ég velti því alveg fyrir mér hvort að áhugin væri tilkomin einmitt út af því sem við erum nýbúin að gangi í gegnum að maður sér að nákvæmlega hliðstæður þótt þetta sé náttúrulega vissulega ólíkt. Já, það var líka auðvelt einhvern veginn að setja sig í hennar spor að því að maður gat hugsað þetta hefði getið gerst fyrir mig ef ég hefði getað veikst illa af COVID. Mér fannst þetta samt einhvern veginn aðeins öðruvísi en COVID því að þarna manneskja sem bara heilsulítil í mörg ár og í raun og veru að glíma við þetta frá 16 ára aldri, missir af uppvexti sonar síns og í raun og veru missir af því að eiga líf með manninum sínum. Já, því að hún flakkar á milli svona, berklahæla. Það samt skín einhvern veginn svo í gegn hvað svona lífsþorstin hennar og hvað hún vill í raun og veru eiga gott líf. Og okkur hefur verið tíðrætt gardínurnar. Einmitt, að þetta kemur svolítið svona eina stundin hún að tala hvað þetta sé allt saman erfitt og næstu stundin hún svo að tala að það þurfi nú að hengja upp gardínur eða gera eitt og annað. Svona eiginlega að stýra heimilinu frá sjúkrarúminu og það svolítið skemmtilegt að því það gefur manni líka innsýn inn í svona persónuleikan hennar í rauninni.
Já, og líka hún heldur sér inn í raunveruleika þeirra með því að koma með svona ráðleggingar og leiðbeiningar. Algjörlega. En ég tók svo eftir að það svo mikil ást í þessari bók líka. Já, þau spara ekki ástarorðin sín á milli, þau hjónin og það hefur greinilega verið mikil ást þarna á milli sem er náttúrulega dýrmætt. Og svona hugljúft að lesa sem einmitt alveg frábært og bara svolítið viðeigandi á þessum árstíma. Já, og líka hvernig hún talar Ólaf. Já, hjartadrengin. Já, hjartadrengur minn. Já, þetta var svo sárt einmitt að hún flutt til Reykjavíkur lengst í burtu frá bæði manninum sínum og stráknum sínum en þeir eru fyrir vestan báðir. Og hún hefur eiginlega enga leið til að sjá þá nema örfá sinnum ári. Já, kemst valla í síman líka. Hún er svona títt rætt það að þennan dag komst hún í síman og hinn ekki. Einmitt. Og síðan bindur hann Ólafur Ragnar þetta svolítið saman með köflum frá sér. Gefur svona svolítið samhengi líka. Það var rosalega fróðlegt og gaf manni svona innsýn inn í tímabil sem kannski orðið svolítið fjarlægt manni og jafnvel falið. Hann hefur sjálfur talað það að þetta sé svolítið svona falið tímabil og svolítið áhugavert að varpa þessu ljósi á það. Já, mér finnst einmitt líka mjög mikilvægt og áhugavert að hann minnist á að það var búið að fela það að mammans hafi komið svolítið illa andlega út úr þessu. Já, einmitt. Sem nú kannski ekki skrítið að liggja þjakaður af berklum í mörg ár. Nei. Hefur áhrif á sálartetrið. Já, nákvæmlega og það bara fullkomlega eðlilegt að það hafi verið þannig að henni hafi liðið illa og farið inn á, hún fór inn á held ég Klepp á tímabili eitthvað svoleiðis en það var allt þaggað niður og mér fannst svo flott að hann talar að þetta sé ekki eins í dag, þetta á ekki vera feimnismál og hann hafi fengið svolítið innsýn inn í mömmu sína með því að vita þetta, komast að þessu. Svo líka áhugavert hvernig það fléttast inn í þetta svolítið svona tíðarandinn á þessum tíma því þannig seinni heimsstyrjöldin, þetta á svipuðum tíma. Hún er að tala um skamtanir, hún er að tala um Hitler, þetta er svolítið svona, hvað ég segja, þetta gefur þessari bók líka alveg svona einstakann blæ. Já, mér fannst bara eiginlega mjög gaman að hlusta á hana og í bæði lestur Ólafs og Valgerðar og mér fannst Valgerður gera rosalega vel að einhvern veginn maður fann ástina í orðunum hennar líka einhvern veginn til hún las bréfin. Þetta var allavega sko, ég held að við séum ekki beint markhópurinn fyrir þessa bók en ég held að ég get alveg sagt að fólk á okkar aldrei á alveg að geta lesið hana og haft gaman af henni af því þetta gefur bara einstaka innsýn í fortíðina sem að við höfum bara gott af því að vitum. Tek undir það. Þá ætlum við að ræða allt öðru í þessi bók, en það svona spennuþrungin saga eftir Laurie Dave sem heitir Það síðasta sem hann sagði mér, sem hann birtist í lestri Þórdísar Bjarkar Þorfinnsdóttur inn á Storytel og í íslenskri þýðingu, það er líka hægt að hlusta hana á ensku, en íslenska þýðingin var að koma inn núna í nóvember og það er hann Arnar Matthíasson sem þýðir. Kannski segja ykkur hans frá henni, Anna Margrét? Já, bókin fjallast þess Hönnu og manninn hennar Owen og dóttur hans á fyrra sambandi Bailey og alveg í blábyrjun á bókinni að þá hverfur Owen og á sama tíma og uppkemst fjárdrátt og fjársvikamáli í fyrirtækinu sem hann vinnur hjá og þær, hún og Bailey fara að rannsaka þetta og reyna að koma að því hvort að hann hafi bara verið að lifa ykkur allt öðru lífi. Já. Þetta er bók sem að Reese Witherspoon valdi í bókaklúbbinn sinn þannig að maður var búin að byggja upp svolítið væntingar gagnvart henni. Þú veist, hún hefur áður valið alveg bara rosalega góðar bækur. Litlir eldra allstaðar til dæmis sem að hefur bara ótrúlega margslungin skáldsaga sem að, og hafa verið gerið þættir eftir. Já. Þannig að maður var með svolítið væntingar og þegar maður er búin að byggja upp ykkur væntingar gagnvart ykkur bók þá verður maður stundu fyrir vonbrigðum. Þetta er nefnilega, finnst mér góð spennusaga, það var notalegt að hlusta á hana, ég hlusta á hana meðan ég var að prjóna, en hún skilur ekkit ofboðslega mikið eftir fyrir utan bara góða spennusögu, góða fléttu. Já, og ég held að ég hafi verið að búast við einhverju aðeins meiru frá henni. En ég vil samt alveg taka það fram að mér fannst hún engu að síður góð. Já, maður vildi alveg komast til botns í þessu dularfullu máli, af hverju hvarf hann bara sporlaust, af hverju hefur hann ekki samband við þær, ég meina Bailey dóttir hans er honum allt
og maður velti fyrir sér bara hvað kom upp á og hérna, mér fannst svona smá gloppur í sögufræðinum upp á bara, já, mér fannst svona ýmislegt ótrúverðugt og það fór í taugarnar á mér. Já. En þar fyrir utan það þetta mjög góð sko spennusaga sem að Já, ég held bara að við allar höfum búist við því að þetta myndi kannski rífa hans í hjartastrengina eða skilja eitthvað meira eftir sig eins og Litlir eldar allstaðar og hérna Where the Crawdads Sing, það líka bók sem hún valdi og kom bíómynd og sem að skilja mikið eftir sig. hún nefnilega með gott nef, hún Reese Witherspoon Já. og auðvitað með örugglega hópa fólki á bak við sig í þessum bókaklúbbi en þetta þessi hitt ekki alveg eins mikið í mark og hinnar. Nei, og endanum þá var þetta bara svona, já, það var fínt en vildum aðeins meira. Þetta er svona bók sem að skellir í sig, svolítið. Ég sé alveg að hún á ég eftir að ganga vel upp í sko sjónvarpsþáttaseríu, af því það þarna verið að afhjúpa í hverjum þætti þá pínulítið í þessari ráðgátu og við fáum að vita meira og meira. Já, og líklega kannski hægt að kafa dýpra þá í þeim þáttum. Mögulega. Það gerist náttúrulega stundum. Það gerist. Að það eru endurgerðir af, þú veist, þættir eða bíómyndir sem eru gerðar sem eru betri en bækurnar. Þó það gerist ekki oft. Það er hægt að stoppa kannski gloppunar eða gera þetta eins trúverðugra sem að væri áhugavert að sjá. Að þetta er góð saga í grunninn. Já. Sammála. Þá ætlum við að fara í gullkornið og ætlum að mæla með einhverjum góðum bókum. Katrín Lilja, viltu byrja? Já, ég ætla að mæla með bókunum hans Halldórs Laxness sem hafa verið að detta núna inn á Storytel síðan í haust. Það Salka Valka kom fyrir í haust og svo kom Sjálfstætt fólk núna í byrjun desember. Þetta er náttúrulega ekkert bækur sem að, þú veist, fólk þekkir þær. Þannig að það er bara gaman að þær séu orðnar aðgengilegri stærri lesendahópi núna og ég veit að ég á eftir að hlusta á þetta. Já, ég er spennt fyrir því líka. En Anna Margrét? Já, ég ætla að fara í ykkur altara sálma og mæla með bókunum hans Fredrik Backman. Ég er oft svolítið sein þegar kemur að því að lesa það sem er vinsælt, þannig að ég var svolítið sein að átta mig á honum Fredrik Backman, en ég er bara orðin algjörlega kolfallin fyrir honum sem höfundi. Mér finnst hann æðislegur. Það eru allavega 3 bækur á íslensku inn á Storytel eins og meðal annars Maður sem heitir Ove og svo eru fleiri á ensku líka. Þannig að þetta er bara svona algjörlega gott í hjartabækur. Já, ég hef eftir að lesa allt. Þannig, góð meðmæli. Og gott í hjartabækur sem fullkomið við jólinn líka. Já, algjörlega. Ég ætla að fá að mæla með bók sem að ég á eftir að lesa, en mér bara langar svo að lesa hana. Hún heitir Harmur og hamingja eftir Meg Mason. En hún er að koma á íslensku og er líka til á ensku á Storytel. Og hún er svona næst á listanum mínum. Já, ég er enda mjög spennt fyrir henni líka. Það er Vigdís Hrefna Pálsdóttir sem lesa hana inn á Storytel, held ég. Já, nákvæmlega. Þannig hún er allavega næst á listanum mínum. En þá vil ég bara þakka ykkur fyrir að vera með okkur í dag hérna í Lestarklefanum á Storytel og við sjáumst bara í næsta þætti.